stjórnar seta á Íslandi í dag, ég held að menna ekki alltaf langt í þessum hugmyndum óhaga stjórnarmenn og einhvers konar kerfisvæðingu stjórna með þessum valnefndum annars slíkt, þetta svona orðið eins og kínverska mandarínkerfið sko, það virkaði vel meðan allt gekk vel en síðan svona smám saman molnaði undan því innanfrá og ég held að væri mjög mikilvægt að við myndum sjá einhverja kjölfestu í Íslandsbanka. Ég ger mig enga grein fyrir hvaðan hún gæti komið en þá komum við þetta líka að öðrum máli að það eru lífeyrissjóðirnir eiga einhver 60-80% í félögum á Íslandi og fyrst vandamálið ekki sjálfur sér lífeyrissjóðirnir heldur þetta kerfi sem við komum upp þegar við vorum að vinna á Vísindablaðinu í gamla daga þá var borgað 10% af launum okkar inn í lífeyrissjóði 4% og atvinnurekandinn 6%. Núna hjá flestum þetta komið upp í kringum 20% og því fylgir þetta bara gríðarlega mikið miðstýringavald í hagkerfinu og ég held að það væri ráð að reyna einhvern veginn að auka ráðstöfunarrétt fólks yfir þessu og þetta er margir lífeyrissjóðir og bara eignastýringamenn og kannski eðlilega fyrst að horfa út og starfsett út frá eignastýringar kenningum og samkvæmt því að ég held að mér minnir að Ísland sé 0,07% af heimsframleiðslunni þá ætti þeir náttúrulega bara að vera með 0,07% eignum sínum á Íslandi en þá spyrðu hver á að fjármagna fasteignalán íslenskra heimila, hver á að stuðla uppbyggingu íslenskra fyrirtækja. Það sem að við líka orðið tíðrætt Norðurlöndin en það sem að gera Norðurlöndin alveg einstök í heiminum að það ekki stærra svæði en þetta skuli eiga öll þessi stóru alþjóðlegu vörumerki. Hvort heldur það Carlsberg, IKEA, Volvo, Georg Jensen, Novo Nordisk eða hvað eina. Og svona fyrirtæki verði ekki til við því að allir vísitölu sjóðir heimsins leggja í púk 1 nanoprósent og úrverðu fyrirtæki. Svona fyrirtæki þurfa náttúrulega fyrsta lagi öfluga og framsýna athafnamann og öðru lagi einhverja sem eru tilbúnir að hafa trú á þeim og í flestum tilfellum gegn allri skynsemi að hafa trú á þeim. Það er þetta frumkvöðlega element, þetta er ekki reiknustarf, þetta er einhvers konar trúarlega starf. Og þetta erum við ekki að fá með kerfisvæðingu og alls sparnaðar inn í lífeyrissjóðum. Fólk, það leggur inn 20% cirka að tekjum sínum. Síðan til að mynda að ég þessi atvinnuleysi á morgun að þá er 1 mánaðamót í að fasteignalánið mitt er með gjalddaga en það er ennþá einhver 10 ári að ég er rétt á að nálga sparnaði minn þannig að með að hafa svona kerfi að þá erum við að gera fólk áhættufælnara. Færri sem þóra að rífa kjaft, færri sem þóra að stofna fyrirtæki, færri sem að þóra að líta á sjálfa sig svona sem sjálfsins herra. Þannig að þetta er svona, lífeyriskerfið það hefur gert mjög gott fyrir Ísland, það er mjög gott kerfi, en við erum komið með ákveðið lúxusvandamál að því leitin til að ég tel að það sé orðið allt og fyrirverða mikið.